Vókið dautt og þjóðin drapaða. Þetta vissum við eins og ég fór yfir í þætti fyrir ekki svo löngu. En það sem kemur kannski á óvart að Sólveig Anna sá útförina. Þetta eitthvað sem við ætlum að ræða hér í dag þegar hlusta á hlaðvarpið Pæling dagsins og ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag 9. apríl. Ég veit ekki, ég held ég gefur reyndar hana þátt út núna 10. En ástæðan fyrir því bara át af því að taka upp svolítið seint. Og það í dag 9. apríl og helgina fór eins og ég segi fram útför Vóksins sem fór ekki fram í Kyrrþey. Guð minn góður, faðir minn hafði samband við mig á sunnudagsmorgun þar sem hann hafi verið að hlusta á samræður af samstöðinni þar sem Sólveig Anna fór mikinn Vókið og það hversu stórkostlega skaðleg sú hugmyndafræði sem náttúrulega eins og segi, þjóðin löngu búin að átta sig á en það eru svona ákveðnir kímar samfélagsins, sérstaklega þeir sem hafa mikið aðgengi að fjölmiðlum og annað sem að telja sér í trúum að fólk sé ennþá að ímynda sér að þetta sé eitthvað sem að sé að fara að hjálpa undir okuðum hópum sem að náttúrulega núna eins og allum ljóst frekar mikill brandari en ég ætla að byrja bara á því að fara aðeins yfir þetta myndband. Þetta var Sólveig Anna á samstöðinni að ræða við Hallgrím Helgason. En eins og allir vita þá Hallgrímur Helgason þessi ultravókisti, talaði fór mikinn í þætti Gísla Marteins fyrir ekki svo löngu þar sem hann var að tala útlendingamál og sagði við hvað þið svona hræddir? Þetta við kebab eða enchiladas og var þá að vísa til þess að eina sem að kæmi með hópum frá öðrum menningarheimum væri bara matarmenning sem að náttúrulega eins og segi allir minnihlutahópar og aðrir það er og ég ætla að reynda að nefna svona í upphafi þetta orðið svo komískt að fylgjast með þessu og ég ætla að viðurkenna það er ekki þórðargleði en það samt ákveðin ánægja yfir því að fólk sé að gera sér grein fyrir þessu í svona stórum stíl en Hallgrímur Helgason var satt hana á samstöðinni með Sólveig Annu og honum brá í brún þegar að hann gerði sér grein fyrir því að Sólveig Anna væri búin að kveikja á perunni og gera sér grein fyrir því að réttrúnaður og vókið væri bara til þess fallið að eyðileggja fyrir þeim sem að minna mega sín og minnihlutahópum og þeim sem eru fátækir. Og við ætlum að spila smá minnband og svo ætlum við að ræða þetta. Harmonious, righteous, woke leiðinda þus leið og hér svo kallega vinstri fattar að sá tími liðinn þolir þetta engin lengur ég trúi ekki að ég sé að hlusta á Sólveig Annu tala gegn woke, ég bara trúi ekki woke, woke ein bara mest óþolandi hugmyndafræði sem hægt að hugsa sér authoritarian þetta einmitt fólk sem að býr í búblu sem að heldur að ég sé að tala eins og Trump Þú veist að tala við transfólk, að tala við homma, lesbíur, hvað? Ég að tala gegn hugsana glæpa authoritarian leiðindunum í vókinu. Vók hugmyndafræði sem fæðist inn í bandarískum háskólum. Vók bara að vera næs við fólk. Nei, þú veist bara ekki hvað vók En við þurfum þá alltaf sérstakann þáttum vók. Vók sprettur upp úr menningublökkumanna og var fyrst notað þar orðið að bara vera alert. Ég skal benda þér á bækur, podcast, þætti, viðtöl, greina. Orðið kemur það. Svo þú getur lært hvað vók því að þú greinilega veist ekki hvað það En það líka vandinn með íslenska umræðu hefð að einmitt leið og manneskja segir eitthvað sem að manneskjan við hliðina rósamlega þá erum bara ásökuð að vera trumpisti. Þetta einmitt hugsanaglæpurinn sem ég hef núna framið. Hann verður til þess að einhver merkilegur íslenskur rithöfundur aldrei getur bara kallað mig trumpista. Hvað umburðarlyndið í þér? Fyrir mínum ólíku skoðunum. Hvað umburðarlyndið í þér? Horfðu í spegil. Þú varst andað að kalla mig trumpista af því ég var að lýsa því yfir að ég hefði óbeit á einhverjum vissum anga authoritarian hugmyndafræði. Það ekki bara mitt frelsi, mitt málfrelsi, mitt hugsana? Þú talaði gegn vók og ég var svo hissa fyrir ekki. Vók ömurlegt. Vók ömurlegt. Vók til dæmis eitt af því sem hefur gert það í verkum í Bandaríkjunum að latínófólk og svartfólk og verkafólk hefur yfirgefið bullið í demokrataflokknum og farið þeim að kjósa stórfurðulegan einstakling sem auðvitað þusar og röflar vegna þess að hann nennir ekki lengur að láta einhverja menn og konur sem að halda þessu betri en aðrir segja sér fyrir verkum. Ef að vinstri ætlar að halda áfram að halda þessu betri en aðrir og segja öðrum fyrir verkum þá mun vinstri halda áfram að tapa.
Herru, ég var að tala á hann. Sko, ég ætla að byrja á öfum enda í þessu út af því að það eins og hún segir sko þarna að vinstrið alveg búið að gefast upp á þessu. Augljós dæmi náttúrulega bara Trump. Trump afurð réttrúnaðarins þar sem að fátækir, minnihlutahópar og aðrir eru einfaldlega búin að gefast upp á demókrataflokknum sem hefur einhvern veginn verið að dyggðaskreita sig í því að fagna fjölbreytileikanum sem einmitt annað svona slagorð sem langar að koma inn á eftir smá. En já, faðir minn sem senda á mig þetta að ég og Sólveig kynnum að hafa verið meira sammála heldur en kannski gerum við grein fyrir. Kannski það, þó svo við séum ekkert sammála margt, þá erum við sammála þetta og maður búin að gera svona alltaf grein fyrir því að sko wokeið eiginlega bara öfugmæli við sérstaklega sko fátækt fólk. Fátækt fólk hefur náttúrulega ekki þessar hugmyndir sem þessi sem eru svona réttrúnaðarmegin í lífinu hafa og það endar, ég ætla að fara yfir nokkra bækur í þessu hlaðvarpi, sko, það ein sem heitir Madness of Crowd sem þessi sem eftir Douglas Murray, hann var endar að gefa út bók sem kom út í gær sem fjallar Democracies and Death Cults eins og hann kallar það, en það annað sem hann fjallar í þessari bók sem sko að wokeið sprettur upp af sko hugmyndafræði sem ákveðið bara stjórnlyndi og reyndar sko eins og Hallgrímur Helgason bendir á þarna þá kemur það úr ákveðnum kimum réttindabaráttu þeldökkra sem byggist á því að þú að vera vakandi fyrir misrétti en eins og hefði nú kannski mátt þykja nokkuð fyrirsjáanlegt að þá það að vera vakandi fyrir misrétti eitthvað sem snýst upp í andhverfu sína þegar að misrétti ekki endilega til staðar heldur ferð að leita í einhverjum svona ákveðnum kimum þar sem að misrétti kannski ekki fyrir hendi en út af því að þú vilt mála þig upp sem góð manneskja að þá ferðu að segja að allir aðrir sem eru ósammálaðir séu vondarmanneskjur og þetta náttúrulega bara að gerast í mjög stórum stíl þar sem við erum að sjá að fólk núna náttúrulega búið að gefast upp á þessa vinstri megnum en það ennþá ákveðni kímar, sérstaklega hérlendis þar sem einfaldlega verið að byggja á þessari dellu það að allar þínar skoðanir þurfi að vera á ákveðin máta ellegar ertu vond manneskja. Og þannig Sólveig einfaldlega að benda á það að fólk sem hefur ekki aðgengi að fjölmiðlum og almennri umræðu eru búin að fá sér fullt satt af þessu. Það eru þeldökkir, það latínofólk og það fátækt fólk sem einmitt það svona þegar til umræðu einhvers konar réttrúnaðar þvaður að þá þetta einmitt hópar sem að fólk segir sérstaklega vera að berjast fyrir. En svo eins og Douglas Murray fjallar í þessari bók sem að ég var að nefna núna rétt í þessu, þá voru það Chantal Mouffe og Ernest Laclau sem að breyttu ákveðin, ég held að heitir Socialist Strategy and Hegemony, minnir mig að bókin heitir, það sem að þeir einmitt fjalla það að vinstri menn sko sem að hefur svona, þeir sem að vinstri hefur svona almennt séð vilja tala fyrir eru með svo vondar skoðanir tala til dæmis bara í dag eru við til dæmis bara fólk sem vinnur á dekkjaverkstæði og karlmenn sem eru í tilheyra viðkvæmum hópi útlendinga eins og einhverju myndi segja þeir eru náttúrulega ekki með mjög góðar skoðanir til dæmis gagnvart hælisleitendum og menn í byggingariðina til dæmis frá Mið-Evrópu og Austur-Evrópu þeir eru með mjög vondar skoðanir gagnvart sama dæmi, hælisleitendum og jafnvel samkynhneigðum. Þannig að það orðið mjög erfitt fyrir sko wokeið einhvern veginn að ná að para sig saman og þarna einmitt eins og hefur náttúrulega verið svona viðbragðið í öllum þessum réttrúnaðarmálum þá segir Hallgrímur Helgason bara að Sólveig Anna sé trumpisti fyrir það að vera ekki á nákvæmlega sömu skoðun og hann og nefnir einmitt það að þetta hefur með ákveðina bara svona stjórnleynd að gera. Það sem að sko, og ég hef verið mjög að pæla þessu, ég var á Bítinu í gær og það sem að ég var einmitt að ræða við Örnu Magneu Danks sem að segist vera ofur wokisti og þá fór hún einmitt að þvaðra eitthvað sem hefur ekkert með wokeið að gera, fór að tala kynbundið ofbeldi og fór að tala eitthvað svona alls konar hluti, sagði að ástæðan fyrir því að við þyrftum að vera hrædd við karlmenn væru ekki út af því að allir karlmenn væru hættulegir heldur eins og þetta væri eins og skógarmítlar að skógarmítlar væru ekkert hættulegir endilega heldur gætu þeir haft Lyme's disease að mér minnir hún hafa sagt, ég held að það sé rétt þar sem að þú getur fengið ákveðna sjúkdóma af skógarmítlum þó svo að allir skógarmítlar bæru ekki þann smitsjúkdóm og það var ástæðan fyrir því að konur væru hræddar við karla og ég fór að hugsa bara hvað ef þú myndir para og setja þessa framsetning einhver annan hóp? Hvað ef ég myndi með segja bara við eigum ekki hleypa músliminn í landi út af því að ákveðnir aðilar eru á öfgafullum skoðunum? Nei, það er ekkert allir
það ekkert allir múslimar sko, en það eru ákveðin hluti múslima sem eru á mjög öfgafullum skoðunum og þar af leiðandi eigum við ekki hleypa þeim inn í landið. Þannig að þegar þú ferð svona að para þetta við ákveðna svona aðra kima samfélagsins, þá náttúrulega fellur þetta eins og spilaborg, eins og erindar sem blessunarlega að gerast. En vitum við hversu stórt hlutfall af körlum beitir ofbeldi, kynbundnu ofbeldi? Já, ég meina, við vitum ekki hvað það stórt hlutfall, en við vitum það líka... Það tilnefingin er til þess að dæma svolítið hjá sumum, alla kalla. Nei, sko, sjáðu til, leið mér að svara þessu. Það ekkit allir menn, og leið og við förum að benda á eitthvað vandamál, eins og kynbundið ofbeldi vandamál, og við getum alveg horfst í augu við það, og tölfræðin og lögreglan og allir eru sammála með þetta vandamál, að þá kom alltaf raddir og segja, það ekki allir kallmenn, það enginn að segja það séu allir kallmenn. Þú veist, upp til hópa eru kallmenn æðislegir og frábærir, en við vitum það líka að það eru einhverjir kallmenn þarna og þetta eins og spila rússneska rúllettu. Þú veist að það eru ákveðin mörg hólf í byssunni sem eru tóm, en það eitt hólf eða 2 sem eru ekki tóm. Þannig þú veist aldrei hvenær voru skotin í hausinn, og þú veist það líka þegar þú fer út í skó, að skóamítlar, að það ekki allir skóamítlar sem bera með sér Lyme Cromwell disease, en það eru nægilega margir til þess að þú varast alla skóamítla, ekki satt. Og þegar kona fyrir út að skemmta sér, hún veit ekki hvaða maður í lagi og hvaða maður ekki, ef hún þekkir hann ekki. Þannig að hún varast alla menn. Þannig óttin ekkit ástæðulaus, en það enginn að halda þig fram að það sé allir menn. En það annað myndband sem ég langar líka að sýna ykkur, sem úr sama viðtali, þar sem að ég screenrekorda þetta strax og ég sá þetta og birti á samfélagsmiðlum, en grunar reyndar ekki að þetta myndi hafa svona stórkostlega áhrif, en þetta sprakka eins og sprengjan. En það sem mikilvægt að muna og kemur aðeins í ljós hérna núna í seinna inntaki myndbandsins, eða þessa viðtal þar sem að Sólveig Anna fer aftur ótrúlega flug gagnvart Vókinu og ég fór ótrúlega mikið að hugsa þetta eftir ég var að ræða við Örnu Magneu Danks í bítinu að minnihlutahópar eru í rauninni orðnir ákveðið farartæki stjórnlyndis fólks. Það er að segja fólk sem vil hafa stjórn á skoðunum, stjórn á umræðu, stjórn á samfélaginu að nýta hópa til þess að hafa og öðlast þessi völd og nýta til þess viðkvæma hópa og þetta náttúrulega að mínum að þetta frekar ógeðfellt en búið að svona sanna sig mjög mikið. Það er að segja að fólk sem að augljóslega á ákveðnum skoðunum varðar til með skattamál, segir að séu allt of lágir skattar, allt of mikið frelsi, fyrirtæki að brjóta á öllum og bramla og þar af leiðandi stjórnlyndisfólk sem að kemur og tekur transfólk, tekur palestínumenn, tekur fatlaða, tekur alla þessa hópa og segist vera málsvarið þeirra og ekki fengnir til þess af neinum sem að tilheyrir þessum hópum en aftur á móti sjálfstittlaðir málsvarar þeirra undir þeim formerkjum að þeir þurfa að vera skoðanakúa aðra til þess að bjarga þessum hópum og þetta eins og segja, þetta eru Jesú komplexar. Þetta einhvern veginn stórkostlega einkennilegt viðmót gagnvart lífinu að svona fólk sem að alla jafna getur varla séð sjálft sig einhvern veginn að fara að sjá alla aðra og fara að bjarga heiminum. En það nokkuð ljóst að allir þessi minnihlutahópar eru bara farartæki stjórnlyndisfólks og það hefur ekkert með einhver réttind að gera, þetta hefur ekkert með það að passa upp á einhverja hópa, þetta bara stjórnlyndi sem að þegar á öllu að botnin hvolft býr til andstöðu gagnvart þessum hópum, eins og við erum að sjá til í transmálum í dag, að það mikil andstaða við transmál sem að ég held að eigi ekkert endilega rétt á sér, heldur sé aðalega bundin við það að fólk sem að segist vera í ákveðnu forsvari fyrir þann hóp búið að haga sér að þann máta að allir sem eru að efast eða spyrja spurninga eru óverðugir málsvarar og þar af leiðandi verða eins og transfólk í þessum dæmum í skotlínunni þegar að þessi réttrúnaður fellur. En við skulum aðeins skoða seinna innslag Sólveigar Önnu þar sem hún fer meðal annars yfir vestræn gildi og gerir þeim frekar góð skil. Ég verð að fá að segja eitt og þú getur ekki stoppað mig. Það kona bandarískur heimspekingur, hún Susan Neiman, hún gyðingur, hún býr í Berlín, hún sérfræðingur í upplýsingunni, Enlightenment, en hún hefur skrifað bók sem heitir Left is not woke, sem hún reynir að útskýra fyrir fólki eins og þér og öðrum
af hverju hún segir þetta og hún rekur einmitt gildi upplýsingarinnar, þau vestrænu gildi sem að við og samfélag okkar byggir á málfrelsi, réttur fólks til þess að hafa skoðanir, réttur fólks til þess að vera ekki ásakað að fremja hugsana glæpi og svo framvegis og einmitt kemst að þessari niðurstöðu að vókið eins og það hefur verið sett fram og eins og því hefur verið breytt sé anti-enlightenment í sínum gildum, sé authoritarian og diktatorial í sínum gildum og þrátt fyrir það sem að fólk reynir að halda fram að þetta sé einhvers sérstök mannvináttu hegðun, þá sé þetta einmitt hegðun sem að gengur út á að draga úr getu okkar allra til þess að halda í þessi mikilvægu gildin sem að samfélagið okkar byggir á. Alltaf þegar vók kemst í umræðina þá virðist fólk skilja orðið á sinn eigin hátt og ég skildi það öðruvísi, fyrirgefðu að ég skildi kalla Trumpista. Þetta er fín bók, bara mælu með því. En bara, þú veist, þegar Dilja Miss talar gegn vók þá var hún gagnrýnd fyrir það af þessu velmennandi vinstri fólki sem að skildi orðið öðruvísi en hún og þá sagði hún nei, þetta þýðir fyrir mér þýðir þetta eitthvað annað, það var þriðja útskýring sem ég hef heyrt, svo þessi frá þér. Mér finnst þetta mjög óspennandi vegna þess að sósíalista byggja svolítið upp á stéttamál sem að skipta máli. Vók er ekki þannig, en ég get ekki alveg séð að þeir sem að vilja reka stéttastjórnmál eigi þá að snúa sér að vókinu eins og það sé hindrun á því að geta háð baráttuna við auðvaldið völdin í samfélaginu, hvort það er að vera hjá almenningi eða hjá hennum ríku. Vókið er hindrun, af því að vókið snýst að skipta okkur upp í hópa, snúa okkur gegn hvort öðru, láta eins og það að ef við erum ekki 100% sammála alla hluti og við getum ekki totally bara marserað lockstep allt og hljótum við inherently að vera einhvers konar óvinir, við í Eflingu, við til dæmis erum obsessed af því og það við gengið mjög vel að tryggja að það séu allir alltaf velkomnir, að við vinnum öll saman og að við megum einmitt hafa alls konar mismunandi skoðanir og alls konar hlutum svo lengi sem við erum sammála grundvallaratriðin sem er það að verkafólk eigi að hafa meiri völd, eigi að fá stærri part af kökunni, eigi einmitt að hafa frelsi til þess að tjá sig og vera í samfélaginu eins og þeim sýnist. Þetta hefur að því ég til verið svona grundvöllurinn að gæfulegu og farsælu starfi inn í félaginu síðustu ár, einmitt af því að við erum ekki með þessa dogmatísku nálgun og mannleg samskipti að þú þurfir fyrst að uppfylla 10 atriða listan allt sem að mér finnst rétt og ef þú feilar á 2 þá get ég aldrei tala við þig aftur og þú ert skyndilega orðinn Trumpisti. Og þá erum við farin að kljúfa. Hann hefur búin að biðjast afsökunar á því, að kalla þig Trumpista. Já, það er ekki vist ég ætla að taka afsökunarbeðinu. Ég er ekki búin að ákveða það. Það eftir að koma í ljós. Og þetta innslag einmitt kom mér eiginlega meira á óvart heldur en hitt, þar sem hún fer að tala vestræn gildi og mikilvægi þess, málfrelsi, skoðanakúgun og annað. Ég bjóst ekki við því, það var einhverjir að segja við mig að hún hefði alltaf verið á þessum skoðanum, en ég bara vissi ekki að þetta væri hlutað. Ég vissi alveg að hún væri á móti stjórnlyndi að einhverju marki, en að tala vestræn gildi í þessu samhengi þótti mér og komið til þetta óvart. En hún nefnir hana að þetta sé engin manngæska, þetta sé ekkert eins og hún segir, þetta gengur ekki út á að vera eitthvað að búa til einhvers svona mannvinar samfélagi, heldur væri þetta bara stjórnlyndi, vókið væri hindrun, það væri að skipta okkur upp í hópa og láta eins og við séum að ef við værum ekki sammála allt, að þá værum við einhvers konar óvinir, þetta væri náttúrulega bara dogmatísk nálgun eins og hún segir, og myndi draga úr öllum þeim gildum sem við höfum byggt okkar samfélag á og ég bara get ekki verið meira sammála. Það er svona langar með aðra bók sem er Glorious Liberty eftir Damon Root, þar sem hún fjallar Frederick Douglass og mótmæli hans og allt sem að við kemur, já, í rauninni einn af mikilvægari mönnum sem oflítið talað ég vil meina að hann sé einn af svona, ég ætla ekki að segja founding fathers, en það er enda sagt í þessari bók að hann ætti að vera það. En þetta er svona bók sem að fjallar Frederick Douglass sem að barðist fyrir réttindum þeldökkra rétt eftir að Bandaríkin í rauninni voru eða urðu til og þetta er alveg mögnuð bók og ég er það mikill Frederick Douglass fan að ég flúraði meira þess að á mig hérna á samt frelsisyfirlýsingu Bandaríkjanna en þar einmitt í þessari bók er ótrúlega vel farið yfir
ákveðina togstreitu milli hans og William Lloyd Garrison sem að var einnig, hann var þetta hvítur sem að barðist líka fyrir réttindi þeldökkra, en Frederick Douglass vildi nýta stjórnarskrána til þess að bæta úr kjörum þeldökkra, á meðan William Lloyd Garrison vildi bara einhvern veginn tortíma öllu kerfinu. Og þetta er ótrúlega mögnuð saga út af því að hún hafði miklu meira áhrif á sögunu heldur við kannski almennt gerum okkur inn fyrir. En eins og Sólveig Anna er að tala þarna, að þá eru þetta vestræn gildi sem að við nýtum til þess að búa til þau réttindi sem að við höfum. Og þegar maður einmitt hlustar á þessa svona sem eru woke menn í lífinu, sem eru náttúrulega bara stjórnlyndismenn, að þá er það aðalega bundið við það að það þurfi einhvern veginn að útrýma kerfinu, að það þurfi einhvern veginn að endurræsa öllu og taka út allt sem að vestrænt samfélag hefur boðið okkur, samhliða því að vera með einhvers konar ótrúlega einkennilegar hugmyndir það hvernig stjórnskipan í ríkjum eins og í Rússlandi eða Afganistan eða Íran eða annar staðar það sem einmitt bara sagt og okkur sagt að það sé bara ákveðin legasaga sem okkur sögð hérna í vestrænum ríkjum til þess að viðhalda einhverri auðstjórn sem að náttúrulega ekkert fyrir hendi, þetta svo mikið della. En okkur það búið að ljúga þessu að okkur að stjórnskipan í ríkjum í Austurlanda sé betri heldur en í vestrænum ríkjum sem náttúrulega ekki bara, svo fjarstæðukennt að það bara engulagi líkt. Douglas Murray fer endar yfir þetta í inngangi í nýju bókinni sem ég var að tala áðan, það sem heitir Democracy and Death Cults, sem kom bara út í gær og ég er bara nýbyrjaður á, en þá fer hann einmitt yfir það að voru svona ákveðinir fræðimenn þegar að íranska byltingin átti sér stað, að þetta væri þá erum við að tala fræðimenn sem eru svona marxistar í vestrænum ríkjum sem voru einmitt að fara yfir það að íranska byltingin væri nú frábær út af því að núna væri auðurinn hjá sjáinum búinn að glata sínu veldi og úr írönsku byltingunni myndi mótast einhvers konar framfaraskref fyrir konur og framfaraskref fyrir minnihlutahópa og framfaraskref fyrir alla þá sem minna mega sín. Ekkert var fjarri raunveruleikanum. Allir þessir hópar náttúrulega mistu sín réttindi, konur voru komið fyrir í kubla sem orðin einhvers konar jafnvel frelsistákn hérna innan ákveðina kima stjórnlyndis vóksterana og þar af leiðandi er náttúrulega, og þetta náttúrulega lýsir því og ég að lýsa því hér, af hverju þessi vókistar eru náttúrulega búin að tapa öllu því sem að tapa verður. Þetta hefur ekkert að gera með völd minnihlutahópa. Þetta hefur ekkert að gera með auðsöfnun, þetta hefur ekkert að gera með það að þeir sem minna mega sín og eru verkamenn og eru að berjast fyrir betri kjörum, fái betri kjör. Þetta snýst einhverja fræðsluhópa með 1500 kall á mánuði, með 5 tíma í einhver undirbúningsvinnu fyrir einhverja klukkutíma fræðslu í Borgarholtsskóla, þar sem mætt að segja öllum hvað allir eru hræðilegir og að manngæska sé fyrir bí og það sé þessir málsvarar vókistana sem að eru að fara að nýta sitt stjórnlyndi og skoðanakúgun til þess að bæta bara einhvern veginn kjör allra. Þetta auðvitað bara á undanhaldi og Guði sé lof. Hugsið ykkur ef við værum nú ennþá í þessu og Sólveig Anna hefði ekki farið í þessa ræðu. Þá væri ennþá þessi snefill sem eftir af þessu ennþá fyrir hendi. Fólk náttúrulega bara að gera sér grein fyrir þessu, minnihlutahópanir eru búin að gera sér grein fyrir þessu, en samt einhvern veginn fólk enn þann dag að hjakka í þessu fari. En ég ætla að fara aðeins yfir seinna myndbandi sem er viðtalið sem ég var að nefna hérna áðan með mér og Örnu Magneu Danks, þar sem við vorum að fjalla wokeið, þar sem ég var að lýsa því að wokeið væri aðalega stjórnlyndi og farartækið væri minnihlutahópar sem væru í samfélaginu. Allt væri þetta náttúrulega gert til þess að ná tangarhaldi á skoðanafrelsi, tangarhaldi á tjáningafrelsi og tangarhaldi á öllu því sem að tengist einhvers konar frelsi undir þeim formerkjum að þú sért rosalega umburðarlynd og góð manneskja. Ekkert af þessu náttúrulega eitthvað sem verður til, en út af því að Arna Magna fór einmitt aðeins yfir það að hugtakið væri aðalega bundið við frelsisbaráttu þeldökkra sem ekki rangt. En aftur á móti, eins og ég var nú að nefna stuttlega áðan, þá praktíska eðli þess að þú ætlir að vera stanslaust með einhverja þráhyggju gagnvart því að reyna að finna eitthvað óréttlæti sem jafnvel ekki fyrir hendi, að þá getur alltaf einhvern veginn fundið og spunnið því upp eins og þú eða aðrir séu að verða fyrir ofbeldi eða einhverja þannig. En þetta hugtak ofbeldi
ofbeldi orðið eitthvað svona stór einkennilegt hugtak sem ekki bundið við eiginlegt ofbeldi heldur eins og Jonathan Haidt hefur kallað sko concept creep. Það að segja að stigsmunu þess hvað telst til ofbeldis og hvað telst til áreitis orðið miklu meira bara ofbeldi. Þú verður einu bara ofbeldi fyrir það að manneskja sé ósammála þér. Síðan búið eins og hann talar að það sé búið að sko útvíka lóðrétt og lárétt. Og láréttu hugrenningatengslin sem að Jonathan Haidt nefnir í þessu samhengi í sambandi við ofbeldi að sko ofbeldi orðið miklu víðar. Það að segja stigsmunurinn orðin allt annar samhliða því að miklu fleiri mannlegar athafnir einhvern veginn teljast til ofbeldis. Og ég var nú að nefna við ég var með Jóhannes Þór Skúlason í viðtali í gær, viðtal sem ég held að birtist á morgun sama dag og þessi þáttur held ég, að þá var ég með að nefna við hann sko, ofbeldi að segja það að það sé ekki til kvenkyns tippi. Og mér þykir þetta bara raunverulega álitleg spurning. Þetta eitthvað sem að mjög margir velta fyrir sér. Það margir sem velta fyrir sér hvað telst til ofbeldis út af því að stjórnlyndið búið að ná að ryðja sér það mikið til rúms að það allir að nálum yfir því að bara tjá sig nokkur skapaðan hlut. Og það ég reynda með nokkra bækur í viðbót sem ég ætlaði, Woke Racism, ég mæli með henni, ég ætla ekki að fjalla hana endilega núna, Of Boys and Men líka, ég mæli eindregið með henni, þar sem að hann Richard Reeves fer yfir sko þann ótrúlega máta sem okkur hefur leyfst að tala karlmenn. Eitt sem hann nefnir til dæmis bara, þú veist, hér fyrir ekki svo löngu, að þá fór að staðið einhvers konar umræða það hvort að konur ætti að vera hræddari við að hitta karlmann í skógi eða að hitta skógarbjörn. Og fullt af konur sem sögðu bara, já, ég hræddari við að hitta karlmann út af því að hann gæti verið svo hræðilega vondur. Og sko svona leyft að tala karlmenn. Hvaða hugrenningatengsl við að móta gagnvart ungum drengjum þegar við segjum við, og hvað verður þetta sko og hvað tilfinningaliðara, hvað allt sem að viðkemur því hvernig þeir álíta og horfa sjálfa sig, þegar við erum að segja að konur hræddari við karlmenn heldur en skógarbjörn. En þú veist, það hefur náttúrulega bara alls konar svona dellu verið einhvern veginn leyft að grassera, og ef einhver náttúrulega efast það, þá það ofbeldi, og ef einhver ósammála þá það ofbeldi, og þetta allt ofbeldi. En síðasta bókin sem ég ætla að tala The Captive Mind eftir Czesław Miłosz, sem sem sagt pólskur rithöfundur sem upplifði bæði ofríki Hitlers og ofríki Stalins. Og hann fer yfir í þessar bók. Þetta í rauninni skildulestur. Ég hef nefnt hann nokkur sinnum en þetta algjör skildulestur. Þar nefnir hann einmitt það sko hvernig hafi verið að lifa í staliníska ríkinu og hvernig var að lifa við ógn Hitlers. Og hann lýsir þessu sem, og hann að reyna að finna ákveðin svona sameiginleg einkenni. Og eitt af þessum sameiginlegum einkennum þessi skoðanakúgun sem ég held að sé bara satt best að segja ekki það frábrugðin því sem að við höfum, eða viðhefst hér. Ég held reyndar að svo ofbeldis menning sem að var á þessum tímum og í bæði Sovétríkjunum og í Þriðja ríki Hitlers sé náttúrulega ekki fyrir hendi, en aftur á móti það sama skoðanakúgunin. Og ég fór að hugsa, sko, hann nefnir svona slagorð, og náttúrulega Václav Havel fer líka yfir þetta í Valdhina valdalausu, einnig frábært rit. En þá fara einmitt yfir einhver svona slagorð sem að meika ekkert sens í einhverjum mannlegum samskiptum, og ég fór að hugsa. Ég átti náttúrulega samtal við Halldór Armand fyrir ekki svo löngu, reyndar ekki í því viðtali sem ég að fara að birta núna opinberlega í dag, þar sem ég ræddi við Dóra DNA og Halldór Armand, heldur í viðtalinu sem ég tók á undan við Halldór Armand, þar sem hann var einmitt að nefna það að sko hvort að einhver raunverulega trúði því að fyrirtæki hefðu bara vaknað núna fyrir skömmu og hugsa með sér, í dag ætla ég að fagna fjölbreytileikanum. Og ég fór að hugsa þetta hugtak. Þetta eitthvað hugtak sem hefur verið slegið eitthvað rosalega mikið fram, á að vera svona vitnisburður það að þú sett góð manneskja, og ég fór að hugsa að þetta svona ákveðið hugtak sem að þú myndir aldrei nota í mannlegum samskiptum. Til dæmis bara segja eins og svo að þú ert í bjór með viniðinum, þið eru bara eitthvað að södra og þið eru kannski bara að tala réttrúnaðarmálin, og allt í einu bara heyri manneskjunu segja bara, já, ég fagna nú bara fjölbreytileikanum. Ég myndi halda að ég var í einhverju svona Báru Halldórs upptöku.
ég myndi bara horfa bara á það, er einhver að taka, þú veist, hvað þetta segja? Fagnar þú fjölbreytileikum, hvað þýðir þetta? Eina sem ég veit, þegar að fólk segir þetta, í til dæmis í einhver svona stofnana fyrirlestrum eða í silfrinu eða eitthvað þannig, eina sem ég veit þessa manneskju er að hún fagnar ekki fjölbreyttum skoðunum. Það er eina sem ég veit. Ég veit líka að þessi manneskja er að passa sig rosalega mikið að vera ekki á rangri skoðun og jafnvel ef hún væri á rangri skoðun þá myndi hún aldrei þora að tjá sig það. Það er það eina sem ég fagna fjölbreytileikanum þýðir. Þetta þýðir það að þú fagnir því að það sé einhvern veginn alls konar hópar og það sé verið að planta fólki í ákveðna stöður innan stofnana til þess að eitthvað fólk í einhverjum réttrúnafræðum geti klappað sér á baki fyrir það að vera að bæta heiminn út af því að ekki út af því að besta manneskjan var ráðin inn í starfið, heldur út af því að innfætta þeldökka blandaða manneskjan væri mögulega komin í stöðu þar sem hún væri innan einhverja hvítra til þess að vera einhvers konar token innan þeirra stofnunar og svo þetta er svo ótrúlega klikka en sko þegar kemur að því að vera fjölbreyttum skoðunum að þá er það algjörlega bannað og þess vegna eins og ég segi minnihlutahópanir eru farartæki skoðunarkúgunar. Það er það sem vókið er. Og það er eins og ég segi praktíska eðli þess þegar þú ert farin að vera í einhvern veginn stanslausri þráhyggju fyrir því að samfélagi sé ósanngjarnt gagnvart einhverju ákveðinu og svo allt í einu þegar þú gerir grein fyrir því að það er engin ósanngirni eitthvað fyrir hendi, þá þarftu að réttlæta það starf sem að þú hefur verið ráðin í með 1500 skall á mánuði, með 6 tíma undirbúningstíma, fyrir það að vera með einhver klukkutíma fyrirlestur eitthvað þvaður, þá þarft þú að fara að finna þetta óréttlæti og ef þú finnur það ekki, þá missur þú vinnuna. Þar af leiðandi finnur þú bara óréttlæti þar sem ekkert óréttlæti er til staðar og passar upp á það að kúga þá til hlýðindi sem eru með einhvers konar athuganir gagnvart þessu. Þetta er búið sem betur fer. Þetta er dáið, Sólveig Anna, sáum útföruna, þið eruð búin að missa tökin, það er enginn að hlusta á ykkur lengur og eins og segi, það þarf ekki annan að lesa þetta hérna rit til þess að gera sér grein fyrir því hvers konar viðmót við höfum haft gagnvart mismunandi skoðunum. Ég mæli sérstaklega með kaflanum Kettmann, þar sem farið mjög vel yfir það að fólk farið að ljúga að hvort öðru eigin afstöðu til þess að styggja ekki einhvern minnihlutahóp sem er búin að skoðunarkúga fólk til hlýðni og ætlast til þess að það fái greitt fyrir það. Þetta er undanhaldi. Ég held að sem betur fer muni líka bara út af því að lífskjör að fara að verða verri. Ég held að lífskjör séu að fara að verða verri á næstu árum og þar af leiðandi verður miklu minna þol gagnvart því að við séum einhvern veginn að ráða fólk inn í stöður undir þeim formerkjum hvaða hópi þeir tilheyra. Og já, eins og ég segi sko, þú veist, ef það kemur eitthvað gott upp úr þessu, þá er það kannski mögulega það. Við förum að eiga bara fullorðnislegar legri samræður þetta, vinnuframlag, skilvirkni, verðmætasköpun. Og ég bara, eins og segi, ég er nokkuð ánægður með þetta. Og já, ég held bara að þetta sé komið. Partus.is/innpæling ef þú vilt nálgast þessa þætti á undan og án auglýsinga. Ég mæli eindregið með því út af því að áskrifundir eru mjög ánægðir, ég fæ mjög oft lof fyrir það, fyrir ánægju þeirra sem eru áskrifundur og eins og segi, þá styrkir ekki bara þetta framtak, heldur færðu bæði þættina án auglýsinga og undan öðrum. En, svo ég nefna hann á bara einu sinni viðbútt, aðalforsendan er náttúrulega svo, eða ekki það, mér langi eitthvað að takmarka aðgengi fólks að þessu, mér langar bara að geta haldið þessu áfram og ef þú ert að styrkja þetta framtak að þá ert þú að stuðla nákvæmlega að því. Takk aðeinslega fyrir að hlusta og þangað til næst.